Stubbur, bikarmeistari, hvernig bara heyra það? Já, bara ólýsanlegt held ég. Maður eiginlega trúir sig ekki ennþá, held ég sko. Já, held það. Ég trúið ekki ennþá sko. Hvernig var bara spilararleik? Það var bara fínt sko. Við vorum búin að leika reyna á svolítið vel og vissum hvernig við myndum vilja loka á þá. Við vartum bara ganga fyrir vel en við erum alltaf að vera búin að skora 2-3 mörk í fyrir áleik viss með samt sko en það skiptir ekki máli núna, öllum alveg saman sko. Þú varst hérna í fyrra, varst á bekknum, hvernig þetta auðvitað allt öðruvísi að vera inn á vellinum? Já, ég held ég að það var verið stressaður á bekknum í fyrra sko. Það var í rauninni ótrúlegt hvað ég var lítið stressaður í andra aðeins á leiknum sko. Og mér leið bara vel inn á þó að það kannski ekki sést á tímabili sko. 93. mínúta, 1-0 og kemur bara út og lokar þessu. Já, það er bara gamla góða exið, handbolta-exið og krampi kaupandi. Ég sá mig, þú var strax eitthvað að taka undan á lærið. Já, þetta var krampi í kálfa. Ok. Kálfin er búinn að vera svolítið, ekki leiðilegur, ég er ekki búinn að meiðast í honum en hann er að krampa stundum svolítið. Hann er bara gamall. Ég leiði mér að fara bara svo aðeins tilbaka yfir því feril. Þú ert orðinn bikarmeistari, þetta er eiginlega ótrúlegt. Já, ég veit að ég bjóst ekki við þessu bara fyrir 3-4 árum. Ekki heldur í fyrra þannig sko. Maður er bara búinn að vera að leika sér í neðri deildunum og svo eitt ævintýri með Magna í fyrstu deild og svo ætlaði maður bara að vera varamarkmaður hjá sínu félagi og ná að klukka einn leik í efstu deild. Það eru orðnir aðeins fleiri en einn og bikarmeistaratitil, það verður ekki betra held ég. Spilar á móti Klúbb Brugge hérna í fyrra þennan leik. Þetta eru risastóri leikir. Já, bara í mínu viltustu draumum bjóst ég að þetta myndi gerast fyrir 5, 6, 7 árum. Þannig að þetta er bara dásalegt. Í lokin hérna Hallgrímur Mar kemur á strauginu til þín, það var þakklæti. Já, mér sýndist það. Yfirleitt er hann brjálaði við mig og öskrandi á mig. Ég fekk þakklæti í þetta skipti. Aðeins út í bara umræðinu í sumar, einhvern veginn káast ekki með nógu öfluga markmann. Það vantaði ekkert upp á það í dag. Nei, þetta gekk ágætlega. Ég meina, Víkingandi skoruðu ekki, þannig að það er ekki hægt að fært yfir því. Hefur eitthvað spáð í þessar umræðu? Nei, það er svolítið síðan ég hætti að hlusta á fótbolta-podcast bara. Ég nennti en maður stundum sendar einhverja klippur hérna og þaðan, þannig að maður heyrir svona alveg af þessu og maður sé ekki að reyna það. Hvernig er bara tilfinningin? Þetta er bara ólýsanlegt. Ég eiginlega trúi þess ekki að það. Það eru menn hérna í stjórn og svona sem hafa verið hérna lengi sem eru nánast bara grenjandi sko. Þetta er gaman. Það verður gaman í kvöld. Takk fyrir. Takk hjá.